1531 var hræðilegt ár fyrir fjölskyldu Snorra og þá einkum hann, Snorra Sturluson. Hann fréttir það að Jón Murtur sonur sinn dáinn, felldur af Ólafi svartaskáldi út í Noregi. Hann var þar á ferð eða raunverulega innlyksa hálfpartinn ásamt með Gissuri Þorvaldssyni sem var með honum í herbergi. Þeir deildu herbergi þar og þeir höfðu farið í eitthvað partí kvöld eða sennilega seinni part dags ef við getum kallað það. Þeir drukku státi stíft, einkum Jón, og komu heim drukknir og þar kemur að Ólafur svartaskáld og heggur til Jóns og drepur hann. Snorri fregnar þetta og Herdís og það sem gerist þetta sama ár að Hallbera, Snorradóttir, sem var þá á borg á Mýrum staðsett, hún veik, mikið veik og þangað kemur Guðmundur Arason, biskup og Dálkur læknir með honum, Dálkur var græðari og hann tekur það að sér að lækna Hallberu eða reyna að bæta mein hennar sem tókst ekki betur en svo að hún dó af. Og þar með voru fallin bæði börn Snorra sem skilgetin voru, börn Herdísar og hans.